Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 2. febrúar er 4. sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er Herra náttúru aflanna og í dag er bænadagur að vetri. Í leksíunni sem ég tala út frá spyr Guð, við hvern ætlið þið að líkja mér? Í pistlunum skrifar Páll, kærleikurinn gerir ekki náunganum mein, þess vegna er kærleikurinn uppfylling lögmálsins og í Guðspjallinu stillir Jesús storminn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap leksían ber okkur í dag, en hún er úr Jesaja 40. kafla. Við hvern ætlið þið að líkja mér, hver er jafningi minn, spyr hinn heilagi. Hefjið upp augun og horfið til himins. Hver hefur skapað allt þetta? Það er hann sem kannar herstjarnanna, allan með tölu, nefnir þær allar með nafni. Þar sem hann er mikill að mætti og voldugur að afli verður engrar vant. Hvers vegna segir þú, Jakob, hvers vegna talar þú svona, Ísrael? Vegur minn er hulinn drottni, Guð minn skeytir ekki rétt minn. Veistu ekki eða hefur þú ekki heyrt að drottin er eilífur Guð sem skapaði endimörk jarðar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki, viska hans er órannsakanleg. Hann veitir kraft hinum þreytta og þróttlausum eykur hann mátt. Ungir menn þreytast og lýjast, æskumenn hnjóta og falla, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er Herra náttúruaflanna. Upphaflega valdi Guð Abraham sem ættföður þjóða sinnar. Ísak, sonur hans, átti Jakob og Guð gaf Jakobi nafnið Ísrael. Jakob átti 12 syni og þegar þjóð Guðs gekk inn í fyrirheitna landið eftir 40 ár í eyðimörkinni með Móse, þá skiptist fólkið niður í ættbálka eftir nöfnum sona Jakobs. Nafnið Ísrael varð að samheiti yfir þjóð Guðs og þegar Guð talaði gegnum spámennina til þjóðarinnar, þá notaði hann nafn Jakobs eða Ísrael. Auðvitað var vegur þjóðarinnar ekki hulinn honum. Auðvitað skeytti Guð rétt þeirra, rétt eins og í dag. Þá þekkir hann hvert og eitt okkar eins og stjörnur himins með nafni og hann vill fá að vera hluti af lífi okkar. Eins og við vitum þá byggist öll vinátta á sameiginlegum áhuga beggja aðila að halda sambandinu við. Það er það eina sem Guð biður okkur og blessanir hans láta ekki á sér standa. Guð er nefnilega ávallt hinn sami, segir ritningin, og þjóð hans heitir enn Ísrael. En undir því regnhlífar hugtaki eru nú allir sem eru börn Guðs. Það er allir sem trúa á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar. Í leksíu dagsins spyr Guð einmitt, við hvern ætlið þið að líkja mér, hver er jafningi minn? Hefjið upp augun og horfið til himins, hver hefur skapað allt þetta? Hann segir hverja einustu stjörnu hafa nafn og þær eru kannski fleiri en við mannfólkið sem hann þekkir líka með nafni. Hann veit hvernig okkur vegnar í baráttu lífsins, hann gefur hinum þreytta kraft og hinum þróttlausa
mátt. Og þeir sem vona á hann munu fljúga upp á vængjum sem ernir. Guð lofar að vera með okkur en vill jafnframt að við viðurkennum hann sem skapara himins og jarðar. Ritningin segir að hönd hans grundvallaði jörðina og hægri hönd hans þandi út himininn. Guð er herra náttúruaflanna og í Guðspjallinu sýndi Jesús mátt sinn hann stillti storminn og kyrði öldurnar. Við sem lifum við hafið þekkjum hinn ógurlega kraft hafsins og óttumst hann nægilega mikið til að varast hann. Fiskiskip leita vars í vondum veðrum og menn binda bátana sína betur við bryggjuna. Biblían segir okkur hvað eftir annar frá hinum ýmsu kraftaverkum og þó að við játum í trúarjátningunni að við trúum á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar, þá erum við gjörn á að draga Guð niður á mannlegt getustig. En almáttugur þýðir að honum ekkert megn. Sá sem almáttugur getur allt. Og í gegnum trú okkar vill Guð deila þessu valdi með okkur. Því Jesús sagði, ef þið hafið trú eins og mustardskorn, þá getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn, eins og máltæki okkar segir, þá flytur trúin fjöll. En svo koma upp vandamál þegar vísindin koma með kenningar sem stangast á við kenningar Biblíunnar. Hverju eigum við þá að trúa? Biblían segir okkur að Guð hafi skapað heiminn og allt sem í honum en í skólanum læra börnin okkar að heimurinn hafi þanist út í stóra hvelli og allt líf hafi orðið til eða kviknað úr engu. Vissulega heimurinn að þenjast út, en hvorki vísindin eða Biblían geta svarað spurningunni upphafið. Biblían segir okkur ekki hver skapaði Guð og vísindin segja ekki hvaðan allt efni kom í þessa sprengingu. Vísindin viðurkenna að stórt gat sé í þekkingunni og langt frá því augljóst hvernig líf varð til, en telja að það geti hafa kviknað frá súpu lífrænna efna, eins og það orðað á Vísindavefnum. Það sem við þurfum hins vegar að muna að þetta eru kenningar og að við getum valið hverju við viljum trúa. En okkur til umhugsunar þá var vistkerfi jarðarinnar í upphafi og að miklu leyti enn sjálfbært. Það afar flókið en það fullkomið. Líkaminn líka ótrúlega flókið listaverk. Við höfum sjálfvirka stjórnstöð með vakt allan sólarhringinn, ótrúlega flókið viðbragðskerfi, okkar eigið varnarkerfi og viðgerðarverkstæði innvortis. Líkaminn eiginlega of flókinn til þess að geta orðið til af tilviljun. Við erum meistaraverk. Samt finnst mörgum erfitt að gefa Guði heiðurinn af sköpun mannsins og viðurkenna fyrir sér og öðrum að þeir trúi því að Guð hafi skapað allt líf á jörðinni. Þar sem mér persónlega finnst vera mesta og besta sönnun þess að Guð skapaði allt líf sú staðreynd að ekki aðeins maðurinn heldur 99,99% allra dýrategunda jarðarinnar hafa 2 kyn, kvenkyn og karlkyn. Ef við höfum þróast með frumuskiptingum á milljónum ára væru 2 mismunandi kyn og mökun þeirra á milli
algjörlega óþörf. Og hugsið tilganginn. Á meðan æxlunarfæri væru í þróun, hefði maðurinn og allar þessar dýrategundir þurft að skipta sér áfram til að deyja ekki út á meðan, því samkvæmt vísindunum tekur þróun milljónir ára. Og þó við styttum ferlið niður í 1000 ár, þá stendur sama spurningin eftir. Til hvers að þróa eitthvað sem verður ekki notað fyrr en eftir 1000 ár? Í texta dagsins spyr Guð hver hefur skapað allt þetta. Já, hverjum eigum við að þakka fyrir hið fallega sköpunarverk sem við sjáum allt í kringum okkur. Hina ótrúlegu flóru dýralífs og plantna. Og já, gleymdi ég ekki að nefna að meira segja tré og blóm hafa líka 2 kyn og þurfa að frjóvgast til að bera ávöxt. Er það ekki jafnvel ótrúlegra að allt þetta fjölbreytta dýralíf og gróður hafi orðið til fyrir tilviljun? Er ekki ótrúlegra að það sé hreinasta tilviljun að jörðin hafi verndarhlíf, gufuhvolf umhverfis sig, að jörðin sé nákvæmlega rétt staðsett frá sólu svo hér sé hvorki of heitt né of kalt? Er það ekki ótrúlegra að þetta allt sé tilviljun en að trúa því að Guð hafi skapað hverja einustu lifandi veru, skreytt umhverfi okkar með fagurri náttúru, hafi staðsett sólina í fullkominni fjarlægð, hafi tunglið til að endurvarpa birtu nætur, að grös og jurtir vaxi við hæfi allra dýra, að hann láti árstíðirnar sjá að gróðurinn fái hvíld, regnið sé okkar sjálfvirka vökunarkerfi, að snjórinn í fjöllunum sé vatnsforði fyrir sumarið og að ár flæði og beri áburð á jörðina. Eftir því sem við köfum dýpra sjáum við flóknara samspil í náttúrunni, þar sem jafnvel hvert skordýr hefur hlutverk í keðju tilvistarinnar. Já, hverjum eigum við að þakka fyrir allt sköpunarverkið? Er það ekki hluti af trúarstyrk okkar og fullvissu tilveru hans að viðurkenna hversu mikill og máttugur Guð og gefa honum heiðurinn af sköpunarverkinu? Játa fyrir sjálfum okkur og öðrum það sem við játum í trúarjátningunni. Ég trúi því að Guð hafi skapað allt. Ég trúi því að hann vilji okkur aðeins vel og að hann sé góður Guð. Og finnst hann svo sannarlega eiga skilið að ég gef honum heiðurinn af sköpun heims, viðurkenni mátt hans og mikilfengleik og tigni hann sem drottinn Guð, hinn mikla skapara alheimsins. Okkar mikli Guð kærleiksríkur, því hann hefur ekki sleppt hendinni af okkur, þó maðurinn félli í synd. Hann gefur öllum þeim sem taka við honum rétt til að verða sín börn og þeim sem trúa á nafn sonarins, það nafn Jesú. Og séum við börn Guðs, þá þurfum við ekki að efast að við séum hluti af þjóð Guðs, Ísrael. Guð okkar Guð friðar og kærleika og hann vill að börnin sín séu kærleiksrík hvert við annað. Því að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Hann vill að við lifum í friði og sátt við alla menn og tignum hann sem okkar Guð. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.